Fundur settur í sveitarstjórn Norðurþings. Þetta fundur númer 135. Dagskráin liggur fyrir í 26 liðum, 13 afgreiðsluliðir og í dag alþjóðadagur vindsins og sem betur fyrir smá norðanátt þess að kæla okkur niður í þessu góða veðri á þessum fallega degi. Númer 1 kosningi nefndir til 1 árs, 4 ára tilnefningar á fundi. Númer 2 reglur fjárhagsaðstoð. Númer 3 hönnun skíðasvæðis fyrir Eyrarhnjúk. Númer 4 endurskoðun reglna félagslegt leiguhúsnæði Norðurþings. Númer 5 óskum sameiningu lóða við Garðarsbraut 67 og 71. Númer 6 breyting á aðalskipulagi Norðurþings vegna vatnstökuholu á Röndinni og sömuleiðis þá númer 7 breyting á deiliskipulagi fyrir fiskeldisstöðina Röndinni á Kópaskeri. Númer 8 beiðni landskipti á milli Lóns 1 og Lóns 2. Og númer 9 umsókn lóð að Stakkholti 7 og númer 10 svæðisáætlun með meðhöndlun úrgangs á Norðurlandi 2023-26. Númer 11 umsókn framkvæmdaleyfi til lagningar jarðstrengs á Kóparskerslínu. Númer 12 húsnæði fyrir frístund barna. Númer 13 síðan umboð til byggðarás í sumarleyfi sveitarstjórnar 2023 og þar á eftir koma fundagerðir til kynningar hér. Fjölskyldur skipulags- og framkvæmdarás, byggðarás og svo orkuveitunar. Og við bara göngum til dagskrár. Förum í mál númer 1 sem Norðurþing kosning í nefndir til 1 árs, 4 ára og tilnefningar á aðalfundi. Og við þurfum að greiða atkvæði nokkur mál og við tökum bara eitt í einu. Fyrst það kjör forseta sveitarstjórnar og það tillaga að forseti sveitarstjórnar verður sá sem hér stendur, Hjálmar Bogi Hafliðason, Aldey Unnar Traustadóttir 1. varaforseti og Hafrún Olgeirsdóttir 2. varaforseti og orðið laust þessa tillögu. Enginn sem vill kveða sér hljóðs það, þá vil ég biðja þá kjörna fulltrúa sem þessu samþykkir að gefa merki með þeir rétt á upp hönd. Það samþykkt með 8 atkvæðum, þar sem við erum stödd á þeim stað að fulltrúi M-lista ekki mættur til fundarins og verður að taka það fram þar sem hér bara 8 atkvæði sem að greiða 8 kjörni fulltrúar að greiða atkvæði. Þannig þetta þá samþykkt með atkvæðum Ingibjargar, Aldeyjar, Helenu, Benóní, Soffíu, Eiðs, Hafrúnar og Hjálmars. Þannig við þurfum að tilgreina hverjir að greiða atkvæði og hvernig. Herðu, þá liggur fyrir tillaga skipan í byggðaráð sem þá alltaf gert til 1 árs í senn og það að Hafrún Olgeirsdóttir verði formaður, Hjálmar Bogi Hafliðason varaformaður, Áki Hauksson með atkvæði og Aldey Unnar Traustadóttir og Benóní Valur með áheyrn. Orðið laust. Já, og varamennir óbreyttir, bara svo það sé sagt í byggðir og þá flýst bara sem sagt atkvæði yfir á varafulltrúa þá M-lista. Orðið laust þessa tillögu. Áki verður stefna. Enginn sem vill kveða sér hljóðs það. Nú þá göngum við til atkvæða að þeir sem eru þessu sammála gefa merki með þeir réttu hönd. Það samþykkt eins og áðan með atkvæðum Ingibjargar, Aldeyjar, Helenu, Benóní, Soffíu, Eiðs, Hafrúnar og Hjálmars. Enga síður samþykkt samhljóða. Góðan daginn. Herðu, við förum þá í skólanefnd
framhaldsskólan sem sveitarfélagið skipar 2 fulltrúa í í skólanum framhaldsskólans á Húsavík og þar eru að gera smá breytingu vegna flutninga. Það inn í skólanemnd framhaldsskólans á Húsavík sem fulltrúi Norðurþings komi Birna Ásgeirsdóttir og áfram Hafrún Olgeirsdóttir til vara og orðið laust þá tillögu. Enginn sem vill kveða sér hljóðs þetta. Þá vil biðja þá sem þessu sammála að gefa merki með þeir réttu upp hönd. Samþykkt samhljóða. Og það nóg það bara bóka bara samþykkt samhljóða. Þá það breyting á varafulltrúa B-lista í skipulags- og framkvæmdaráði. Í staðinn fyrir Brynju Rún Benediktsdóttur komi Birna Björnsdóttir og orðið laust þá tillögu. Enginn sem vill kveða sér hljóðs það, þá bara göngum við til atkvæða. Þau sem eru því sammála gefa merki með þeir réttu upp hönd. Samþykkt samhljóða. Fleira lá ekki fyrir þessum í þessum lið. Varðandi kosningu. Erum við ekki bara góðan stað, ritari? Góður, ekki? Og við höldum bara áfram og förum í mál númer 2 sem reglur fjárhagsaðstoð. Á 150. öðrum fundi fjölskylduráðs var eftirfarandi bókað. Fjölskylduráð samþykkir reglurnar og vísar þeim til staðfestingar í sveitarstjórn. Og orðið laust. Helena Eydís Ingólfsdóttir hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Helena. Forseti, bara rétt til að skýra þetta mál að þá erum við þarna bara með endurskoðun á reglunum og þar sem að við höfum gert þær breytingar að nú hægt að sækja fjárhagsaðstoðina rafrænt og það búið að uppfæra fjárhagsupphæðir með við vísitölu neysluverðs. Þess að viðmunar upphæðir sem liggja til grundvallar í reglunum. Helena hefur lokið máli sínu og orðið laust. Ekki fleiri sem vilja kveða sér hljóðs, þá göngum við til atkvæða. Þau sem eru sammála þessum reglum eins og það líta út að gefa merki með þeir réttu upp hönd. Þá þetta samþykkt samhljóða. Takk fyrir það og við förum í hönnun skíðasvæðisins við Reyðarárhnjúk. Á 153. fundi fjölskylduráðs var eftirfarandi bókað. Fjölskylduráð þakkar samráðshópi áhugafólks fyrir aðkomu þeirra vinnu við hönnun heilsárs útivistarsvæðis við Reyðarárhnjúk og ráðið vísar málum til umfjöllunar í sveitarstjórn. Þannig þetta opið mál bara til umfjöllunar semst hér og orðið laust. Helena Eydís hefur beðið orðið, gjörðu svo vel, Helena. Forseti, já, varandi þetta mál að þá langar mér kannski að byrja á því að koma á framfæri þökkum og ítreka þakkir fjölskylduráðs til samráðshóps áhugafólks fyrir að koma að vinnu við hönnun á útivistarsvæðinu við Reyðarárhnjúk. Það hefur verið afar gott samstarf sem að við höfum átt þar. Við fulltrúa frá til dæmis hjólreiðahópi og gönguskíðahópi og fleirum. Og vona engin móðgist þó hann sé ekki nefndur. Mér finnst við þurfa að koma þessu máli áfram núna þegar hönnun liggur fyrir og þannig að það verði farvegur fyrir það og við höldum þessum boltum á lofti á komandi árum og áratugum
Það er alveg ljóst að við ætlum að fylgja þessari hönnun eftir að það er eitthvað sem kostar sveitarfélagið 10 eða 100 milljóna í framkvæmd. Þannig að það er ekki biti sem er gleyptur í einu lagi, heldur þurfum við að taka þetta í einhverjum smáum skrefum og sem langtíma plan. Þannig að ég er með tillögu sem að ég mun senda ritara og vona að við getum samþykkt hana. Tillagan er svona: undirrituð leggja til að skipulags- og framkvæmdaráð taki skýrslu hönnun útivistarsvæðisins við Reyðarhnjúk til umfjöllunar, samhliða umfjöllun framkvæmda og fjárhagsáætlun með tilliti til áframhaldandi uppbyggingar á svæðinu. Jafnframt verði niðurstaða fundar með samráðshópi uppbyggingu svæðisins nýtt til að forgangsraða framkvæmdum á svæðinu á komandi árum, svo sem að bæta aðgengi og aðstöðu fyrir fólk og tæki. En fremur áfram verði unni með samráðshópnum að eflingu svæðisins. Og undir þetta ritar fulltrúar meirihlutans í sveitarstjórn. Helena hefur lokið máli sínu og orðið er laust. Sofía Gísladóttir hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Sofía. Forseti, hvernig fulltrúar? Mér langar til að taka undir þakkir til samráðshópsins fyrir hönd okkar hér og þakka þá svikskiða fólkinu líka. Það er mín grein. En það var mjög ánægilegt að sitja nokkra fundi með samráðshópnum. Virkilega metnaðar fullur hópur og það er mjög ánægilegt þegar grasrótin tekur svona mál í sína hendur og vinnur þær jafn vandlega og hér hefur unnið. Og ég þakka Helenu fyrir þessa tillögu sem ég mæli með að við samþykjum. Sofía hefur lokið máli sínu og orðið er laust. Herðu, við dokum smá stund á meðan að ritari varpar hér tillögunni upp á skjá til þess að við getum séð hana. Þá er tillagan komið hér upp á skjáinn. Spurning hvort náum að stækka þetta kannski aðeins, ef fólk vill, fulltrúar vilja glöggva sig eitthvað á þessu. Já, bara kontroll og skroll inn. Þetta ætti að sjást. En orðið þá laust málið eða tillöguna eins og lítur út. Hafrún Olgeirsdóttir hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Hafrún. Ágæti forseti sveitarstjórn. Ég langar kannski bara að nýta tækifæri til þess að ef þessi tillaga verður samþykkt svona að hvetja skipulags- og framkvæmdaráð til þess að setja framarlega á forgangslistan einhvers konar húsnæði skemmu undir vélar og tækja á staðnum sem að held að sé mjög nauðsynlegt að vera farið í sem fyrst.
Hafrún hefur lokið máli sínu. Aldey Unnar Traustadóttir hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Aldey. Forseti, sveitarstjórn. Ég langar bara að taka undir sem Hafrún var að segja. Ég held að það sé gríðarlega mikilvægt upp á að tækin sem við eigum og haldi ekki áfram að skemmast að við byggjum húsnæði utan það, en mér finnst svona það vera mesta forgangsmálið, en annars bara flott tillaga og ég mun samþykkja hana sko. Takk. Aldey hefur lokið máli sínu. Orðið laust tillöguna eða málið eins og það lítur út. Engin sér kveðið sér ljós. Þá bara göngum við til atkvæði þessa tillögu eins og hann lítur út. Þessi flenni stóra tillaga hérna á skjánum. Vil ég lesa hann aftur? Nei. Svo ekki. Þá göngum við til atkvæða. Þau sem geta samþykkt þessa tillögu eins og lítur út að gefa merki með það réttu pönd. Samþykkt samhljóða og við förum mál númer 4. sem endurskoðun reglna félagslegt leiguhúsnæði Norðurþings, en á 155. fundi fjölskylduráðs var eftirfarandi bókað. Fjölskylduráð samþykkir endurskoða reglur félagslegt leiguhúsnæði og vísar þeim til afgreiðslu í sveitarstjórn og orðið laust. Helena hefur beðið orðið, gjörðu svo vel, Helena. Forseti, aftur bara samsvarandi og áðan að þarna að ræða heildar endurskoðun á reglum og þess að tilfelli félagslegt leiguhúsnæði. Eftir að reglundan taka gildi núna þá verður svo megin breytinga á húsalegu samningar vegna félagslegs leiguhúsnæðis verða ekki lengur ótímabundnir, líkt og verið hefur, heldur verður að jafnaði gera til 12 mánaða. Og þá að undangengnum 6 mánaða samningi til reynslu fyrir nýja leigjendur. Þetta gert meðal annars til þess að auka hreyfanleika í kerfinu, að fólk kemur inn og getur komið inn á félagslegum forsendum, en aðstæður þess batna svo einhverjum ástæðum eða með einhverjum hætti, til dæmis auknu tekið vegna nýstarfs eða eitthvað þess háttar, og þá í rauninni ekki lengur þörf fyrir það að vera í félagslegu leiguúrræði eða félagslegu úrræði. Þá hægt að losa húsnæði fyrir aðra sem eru í þörf fyrir félagslega aðstoð húsnæði. Helena hefur lokið máli sínu og orðið laust þetta mál. Endurskoðun regla félagslegt leiguhúsnæði Norðurþings. Engin sem vil kveða sér ljós þessar reglur, þá göngum við til atkvæða og þau sem geta samþykkt þessar reglur eins og lít út að gefa merki með þeir réttu pönd. Helena. Já, það samþykkt samhljóða. Og á eftir mál númer 4 förum við mál númer 5. Það ósk sameiningu lóða við Garðarsbraut 67 og 71. Á 157. fundi skipulags- og framkvæmdaráðs var eftirfarandi bókað. Skipulags- og framkvæmdaráð leggur til í sveitarstjórn að gerður verði nýr lóðarleigu samningur fyrir lóðina að Garðarsbraut 67 til 71 á grundvelli fyrirliggjandi lóðablaðs og orðið laust. Engin sem kveða sér ljós það, þá göngum við til atkvæða þeim sem geta samþykkt þessa tillögu eins og lítur út að gefa merki með þeir rétta upp hönd. Samþykkt samhljóða. Við förum í mál númer 6 sem breyting á aðalskipulagi Norðurþings vegna vatnstökuholu á Röndinni. Á 157. fundi skipulags- og framkvæmdaráðs voru umsagnir bókaðar og ég treysti því að kjörnir fulltrúar hafi lesið þessar samþykktir og ætla forða fundin fór því að lesa þær eins og að líta út, en skipulags- og framkvæmdaráð telur umsagnirnar hafi gefið ekki tilefni til breytinga á skipulagstillögunni og leggur til í sveitarstjórn að breytingatillaga verði samþykkt eins og hún var kynnt og orðið laust. Sofía hefur beðið orðið, gjörðu svo vel, Sofía.
Forseti, kjörnir fulltrúar, það varðar þennan lið 7. sem og 7. að það er mikil uppbygging sem hefur á sér stað á röndinni á Kópaskeri vegna fiskeldis og við erum hér að leggja fram til samþykkta bæði breytingu á aðalskipulagi og deilskipulagi í 7. lið. Mikilvæg mál fyrir uppbyggingu á atvinnulífi á þessu svæði í sveitarfélaginu og ég hvet okkur til að samþykkja hvoru tveggja. Soffía hefur lokið máli sínu, orðið er laust. Enginn sem veit kveðið sér ljós það, þá göngum við til atkvæða að þau sem eru samþykk þessari tillögu eins og hún lítur út að gefa merki með þeir rétt upp hönd. Samþykkt samhljóða og við förum í mál númer 7 sem er að sama meiði nema deiliskipulagsbreytingartillaga að skipulags- og framkvæmdaráð telur að umsagnir gefi ekki tilefni til breytinga á skipulagstillögunni og leggur til í sveitarstjórn að breytingartillagan verði samþykkt eins og hún var kynnt og orðið laust. Enginn sem veit kveðið sér ljós það og þá göngum við til atkvæða að þau sem eru sammála þessari breytingartillögu að gefa merki með þeir rétt upp hönd. Samþykkt samhljóða og við förum í mál númer 8 sem er beiðni landskipti á milli lóns 1 og lóns 2. Á 158. fundi skipulags- og framkvæmdaráðs var eftirfarandi bókað. Skipulags- og framkvæmdaráð leggur til í sveitarstjórn að samþykkt verði tilgreind landspilda tilheyrir lóni 2 og orðið laust. Enginn sem veit kveðið sér ljós það, þá göngum við til atkvæða þau sem eru sammála þessari tillögu eins og liggur fyrir að gefa merki með því að rétta upp hönd. Það er samþykkt samhljóða. Við förum í mál númer 9 sem er umsókn lóða Stakkholti 7. Á 150. og 9. fundi skipulags- og framkvæmdaráðs var eftirfarandi bókað að ráðið leggur til við sveitarstjórn að Jónasi Sigmarssyni verði úthlutað lóðinni Stakkholti 7 á Húsavík og orðið laust þessa tillögu. Nú, þá göngum við til atkvæða. Þau sem eru þessari tillögu sammála gefa merki með þeir rétta upp hönd. Það er samþykkt samhljóða. Við förum í mál númer 10 sem er svæðisáætlun um meðhöndlun úrgangs á Norðurlandi. Á 104. og 30. fundi byggðarráðs var eftirfarandi bókað að ráðið vísar fyrirliggjandi svæðisáætlun um meðhöndlun úrgangs á Norðurlandi 2023-2036 til kynningar í skipulags- og framkvæmdaráði og til staðfestingar í sveitarstjórn og ég gæti auðvitað lesið alla skýrsluna sem er 98 blaðsíður en orðið laust. Soffía hefur beðið orðið, gjörðu svo vel, Soffía. Forseti, kjörnir fulltrúar, aðeins að fylgja þessu máli úr hlaði. En samkvæmt 7. grein laga nr. 55/2003 meðhöndlun úrgangs með síðari breytingum skal sveitarstjórn eina eða fleiri í sameiningu semja og staðfesta svæðisáætlun meðhöndlun úrgangs sem gildir fyrir viðkomandi svæði til 12 ára í senn og skal svo áætlun fylgja stefnu meðhöndlun úrgangs og stefnu úrgangsforvarnir. Sveitarfélögin á Norðurlandi hafa allt frá árinu 2009 starfað saman á úrgangsmálum og hefur það gefist vel, en svæði nær frá Hrútafirði í vestri að Melrakkasléttu í austri. Samtök sveitarfélaga og atvinnuþróunar á Norðurlandi eystra og vestra aðstoða við að útvega gögn og tengja sveitarfélögin á því svæði við vinnu þessarar áætlunar. En stefnan er eftirfarandi í stuttu máli. Sveitarfélögin eru sammála að stefna að sjálfbæri framtíð í úrgangsmálum landshlutans. Sveitarfélögin leggja áherslu á að forgangsraða aðgerðum í úrgangsmálum með hagsmuni komandi kynslóða að leiðarljósi. Sveitarfélögin eru sammála að stuðla að sem mestri úrvinnslu úrgangs á svæðinu og sveitarfélögin leggja sérstaka áherslu á að lífrænn úrgangur sem til fellur á Norðurlandi fari ekki til spillis
heldur sé nýttur til hagsbúa fyrir íbúa og fyrirtæki á svæðinu. Svæðisáætlunum fylgir aðgerðaáætlun í 18 liðum og hér nefni ég nokkra þeirra. Það kortlagning lífrænna hliðarafurða í samvinnu við Vistorku. Það efling móttökustöðva og þar með talin aðgangsstýring, nýting seyru til landgræðslu, sameiginleg heildarendurskoðun gjaldskráa út frá hugmyndafræðinni borga þegar hendir, samstarf sveitarfélagana útboð sorpmála með það að leiðarljósi meðal annars að flutningskostnaður verði sem minnstur og bætt birting upplýsinga sorpmál. En það mikilvægt að við séum ætíð meðvituð það að við erum ekki lengur að tala rusl, heldur erum við að flokka verðmæti. Það mikilvægt að við upplýsum og fræðum íbúa sveitarfélagsins mikilvægi þessa málaflokks til framtíðar því að við erum jú að fjalla hugarfarsbreytingu hér. Svæðisáætlun verður lögð fyrir allar sveitarstjórnir á Norðurlandi til samþykktar og öðlast gildi þegar allar hlutaðeigandi sveitarstjórnir hafa samþykkta hana og að því loknu verður hún gerð aðgengileg á heimasíðum sveitarfélaga og landshluta tveggja. Ég mæli með því að við samþykkjum þessa svæðisáætlun. Soffía hefur lokið máli sínu, orðið laust. Engi séu kveð sér hljóð sem það. Nú, þá göngum við til atkvæða. Þau sem geta samþykkt þessa svæðisáætlun eins og lítur út að gefa merki með þeir rétta upp hönd. Hún samþykkt samhljóða. Við förum í mál númer 11 sem umsókn framkvæmdaleyfi til lagningar jarðstrengs á Kóparskesslínu 1. Á 160. fundi skipulags- og framkvæmdaráðs var eftirfarandi bókað að ráðið felur skipulags- og byggingafulltrúa að gefa út framkvæmdaleyfi til Landsnets HF samkvæmt breyttu aðalskipulagi Norðurþings 2010-2030 sem staðfest var að skipulagsstofnun 17. apríl síðastliðinn og ráðið vísa framkvæmdaleyfinu til staðfestingar í sveitarstjórn og orðið laust. Soffía hefur beðið orðið, gjörðu svo vel, Soffía. Forseti, kjörnir fulltrúar, já þetta mjög mikilvægt og enn erum við að tala öryggi raforku í austurhluta sveitarfélagsins okkar. Mjög mikilvægt mál hér á ferðinni, við höfum tekið það fyrir áður í ákveðnum tilfellum, ákveðnum samþykktum og afgreiðslum. Og hér erum við að fara að veita framkvæmdaleyfi því að framkvæmdir munu hefjast innan skamms. Soffía hefur lokið máli sínu, orðið laust. Engin sem óskar eftir að ræða þetta frekar, þá göngum við til atkvæða. Þau kjörnu fulltrúar sem eru þessu sammála gefa merki með því að rétta upp hönd. Það samþykkt samhljóða. Við fyrir með mál númer 12 sem húsnæði fyrir frístund barna og þetta mál sem tekið úr fundagerð en nú liggur fyrir að áform byggingu íþróttahöllin á Húsavík eru flóknari í útfærslu en gert var ráð fyrir. Þetta fyrirgefið tillaga sem leggur fyrir fundinu. Því þarf að endurmeta stöðuna og skoða aðra kosti til að byggja undir þessa mikilvægu starfsemi. Undirritu leggja til að skipa hafi verið spretthópur til að rýna í gögn málsins og mögulega staðsetningar og leggja til nýja staðsetningu fyrir uppbyggingu frístundahúsnæðis og félagsmiðstöðvar á Húsavík. Fjölskylduráð verið falið að skipa í hópinn og móta erindisbréf starf hans og gert ráð fyrir því að hópurinn hafi lokið vinnu sinni 1. september næstkomandi. Katrín hefur beðið orðið, gjörðu svo vel, Katrín. Forseti, góðir sveitarstjórnarfulltrúar. Ég til rétt að gera aðeins grein fyrir aðdraganda þessar upplýsingar sem komu núna síðast með vandkvæði þess að byggja við íþróttahöll. Þegar var farið að setja sig í samband við arkitekta byggingarinnar þá óskuðu þar eftir að koma að málinu sem það eru afkomendur Gísla sem að hannaði íþróttahöllin á sínum tíma.
og þær komu hérna til okkar í heimsókn í lok maí og við hittum þar ég og hérna Bergþór og Elvar. Fórum með þeim hérna upp eftir og skoðuðum með þeim tekníkar og möguleika og niðurstaðan úr því er svo að þeim líst ekki á að það sé byggt alveg upp við íþróttahöllina. Þær hins vegar gátu hugsa sér að það yrði byggt nýtt, sem sagt íþróttahöllin yrði nýtt með einhverju tengibyggingu en að bygging undir svona starfsemi við íþróttahöllina væri alltaf frá henni. Köstuðu til okkar svona grófum hugmyndum að útfærslu og við svona kynntum það óformlega í skipulags- og framkvæmdaráð en í rauninni þá leist okkur þannig á að þetta væri eiginlega orðið galopið með þessu. Þannig að það er svona aðdragandinn og þessi tillaga liggur fyrir. Ég held að það sé mjög áríðandi að ef hún verður samþykkt að þessi spretthópur fari strax af stað, að það verði farið í erindisbréf og skipanans þá strax á næsta fundi því að þetta er stuttur tími sem er gefinn. En það er alveg full þörf á því og ég held að sé bara afskaplega gott að taka málið upp frá byrjun og reyna að ná svona það meiri sátt. Katrín hefur lokið máli sínu. Helena Eydís hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Helena. Forseti kjörnifiltrar, vil byrja að þakka Katrínu fyrir þessa yfirferð og sem er eins og hún kom inn á undanfari að því að við leggjum þessa tillögu fram spretthópinn og ég vil taka undir líka það sem hún sagði hérna áðan að það er afar mikilvægt að þessi spretthópur fari strax á stað og hefist handa við að skoða þau gögn sem til eru. Ég held að við ætlum að leggja alla áherslu á það að nýta þá vinnu sem þegar hefur farið fram og hún er töluverð. Við vorum með 2 hópa á síðasta kjörtíðanbili sem að unnu að málinu, þannig að við eigum töluvert af gögnum og við myndum þá vera að horfa í þar staðsetningar sem áður hafa verið uppi og þar tillögur sem áður hafa komið fram, sem eru þá meðal annars tún, viðbygging við Borgarhólsskóla og nokkra staðsetningar á þessu svæði sem að íþróttahöllin, skólinn og framhaldsskólinn eru á því deiliskipulagða svæði. Og markmiði væri þá að hópurinn væri búin að ljúka svona greiningu á þessum valkostum sem við höfum verið að ræða þarna 1. september, þannig að þeir getur farið til umfjöllunar inni í fjölskylduráði og skipulags- og framkvæmdaráði og við getum þá verið að horfa á það. Við vorum komið með ákvörðun nýja staðsetningu í september, helst á sveitarstjórnarfundi í september, að upp á að geta nýtt veturinn í að undirbúa hönnun og útboð og svo framvegis. Ég vona að við getum bara saminast þessa tillögu og að vinna málið í sameiningu eins og við höfum verið að gera og að það skapist þá meiri sátt málið að þessu sinni heldur en hefur verið hingað til. Helena hefur lokið máli sínu og orðið er laust. Benóný Valur hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Benóný. Forseti, ágæta sveitarstjórn. Ég fagna þessari tillögu, tek heilshugar undir, harma sjálfsögðu þann tíma sem að farið hefur til spillis. Þessi fulltrúar minnihluta lögðu sannarlega fram nákvæmlega svona tillögu í október sem var hafnað. En það er gott hún er komin og stöndum núna saman, skipum breiðan hóp þar sem að alla skoðanir koma fram og gerum þetta með sóma. Benóný hefur lokið máli sínu, orðið er laust. Ingibjörg Benediktsdóttir hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Ingibjörg. Forseti kjörnifiltrar. Ég vil taka undir með Benóný. Minnihlutinlega hefur lagt fram tillögu í tvígang sem var hafnað að við óskuðum eftir að samhliða tillögu meirihlutans
myndi vera skoðaður annar möguleiki og ef að það hefði verið gert þá væru kannski konin skrefnu lengra heldur en við erum núna en mér finnst bara flott að stofna þennan hóp. Takk. Ingibjörg hefur lokið máli sínu, orðið er laust. Birkir Stefánsson hefur beðið orðið, gjörðu svo vel. Forseti og kjörnir fulltrúar, mér langar bara að vera farið í verkferla á þessu öllu. Hvernig gat það gerst að heilt ár? Ég er bara farið, við erum komin aftur fyrir byrjunarrit. Á heilu ári er, þetta er bara skammalegt og langaði bara að koma að því. Birkir hefur lokið máli sínu með leyfi varaforseta. Já, forseti, góði fulltrúar, það er ánægulegt að við getum náð samstöðu þessa tillögu eins og lítur hér út. Ég harma það nú að það tók það langan tíma að fá þetta svar frá arkitektur. Nú liggur það fyrir og við þurfum að bakka frá þessari hugmynd sem að var niðurstaðum og var búið að samþykja að gera. Þannig við tókum kannski 2 skref og erum þá að taka tilbaka og þurfum að rýna til gagns, en ég ætla hins vegar að hafna því að hér sé alltaf bara einhver tími að fara til spillis. Ég held að vilja enginn að ég standi hér með langa sögurskýringar það sem var samþykkt 2018. Það sé ekki eftirspurn eftir því. Því það voru með þessar tillögur sem voru samþykktar á sínum tíma. Þannig nú bara getum við sammælst þessa tillögu eins og hann lítur út. Fjölskyldur á tekur þennan bolta, skipar þennan hóp sem hefur skamman tíma og eins og formaður fjölskyldur á spennti réttilega og það er býsna mikið til að gögnum þetta mál sem þarf bara að taka saman og skoða hvað ætlum við að gera í stóra samhenginu. Þá erum við að tala frístund og félagsmiðstöð einhvers staðar á þessu svæði þarna í kringum skóla og frístunda og íþróttahúsnæði. Forseti og lokið máli sínu og Katrín hefur beðið orðið, gjörðu svo vel. Katrín. Forseti, bara aðeins aftur ég bara þakklátt að heyra, það er samhljómur í hópnum að vanda sig og taka þetta upp og finna lausnir. Það er náttúrulega gefin tími í þessari tillögu 1. september og ég er alveg sammálaður áriðandi að ná fljótt niðurstöðu, en hins vegar erum við líka að vinna með þessar bráðabirgða lausnir fyrir næsta ár, þannig að það er betra samt að flýta sér hægt. Við erum búin erum að vinna að því að leysa málið með bráðabirgða lausn og það gefur okkur aðeins tíma og þá höfum við líka tíma til þess að vanda þetta vel. Katrín hefur lokið máli sínu. Helena Eydís hafi beðið orðið, gjörðu svo vel, Helena. Forseti, já, ég fagna því að við getum náð saman þetta og verið samstæð að vinna þetta hratt og vel. Mér langar samt til að koma inn á það að ég get ekki fallist á að við séum komin á byrjunarreit eða aftur fyrir byrjunarreit. Við eigum til umtalsverta gögnum úr báðum starfshópunum sem störfuðu á síðasta kjörtímabili staðsetningar. Við eigum 2 formlegar tillögur staðsetningar og við eigum alla greiningavinnu fjölskylduráðs og starfsfólks það hvað þarf að vera í þessu húsnæði sem við erum að fara að byggja. Þannig að við erum langt frá því að vera byrjunarreit og þess vegna líka ætti þessi tími að duga okkur til og gefa okkur samt tækifæri á að vanda okkur. Af því að við þurfum ekki að fara í neina gagnaöflun. Gögnin eru öll til, við höfum öll aðgang að þeim og eru búin að liggja fyrir í töluverðan tíma. Helena hefur lokið máli sínu, Ingibjörg hefur beðið orðið, gjörðu svo vel, Ingibjörg. Forseti, ég gleymdi áðan að nefna að ég sakna þess að fá ekki frekari gögn málið í með fundagögnunum.
Ingibjörg lokið máli sinni forseti skal svara því þannig að öll gögnin liggja fyrir í fundagáttinni. Það er eins og þannig að mann fyrir að þræða sig í gegnum allar fundagerðir fjölskylduráðs og þá skipulags- og framkvæmdaráðs og þá byggðarráðs það er fjallað þetta og sveitarstjórnar. Það er rétt að fyrir þessum fundi lá bara þessi tillaga. Það er ekki þannig að við tökum öll mál sem heyrir undir þetta sem undirgögnu þessu máli. Fyrir þessum sveitarstjórnarfundi lá bara þessi tillaga. En orðið laust. Hafrún Olgeirsdóttir, gjörðu svo vel. Já, forseti. Ég þeirra skoðunar að það eru með þessum nýju fregnum algjörlega brostna forsendur fyrir viðbyggingu á íþróttahöllina og ég tel að í ljósi þess að við erum komin á þann stað núna að vera búin að taka tilboði færanlegu kennslustofurnar sem vonandi vera teknar bara í notkun í lok ágúst og frístund komin inn í Borgarskóla í neðstu hæðina þar í bara fína aðstöðu. Þá er þetta tækifæri til þess að setjast aðeins niður, fara aftur á teikniborðinu og rýna í gögnin sem eru til eins og Helena nefnir og við þurfum að framkvæma mat á því hvaða leið við teljum vera fýsilegust. Ég ætla að taka undir með Hjálmari og Helenu það því ég er ekki að segja að 1 ár hafi bara farið í ekki neitt. Síður en svo, þá er allt eins sagt að bara nefna það að fulltrúar minnihluta sem sátt í meirihluta á síðasta kjörtímabili hafi ekki verið að gera neitt og ekkert hafi gerst. Það er bara nákvæmlegt að gera það, en við tókum þessa ákvörðun fyrir tæpu ári og eru nú að bakka út úr henni vegna aðstæðna sem við höfum ekki stjórn á, en ég tel samt að sé rétt að gera. En ég held að það sé alveg bókamál og síðustu 5 ár hafa kennt mér eitthvað að það eru ekki allir að fara að vera sammála eða sáttir með ákvörðunum sem verður tekin. Það er bara, það virðist ekki geta ríkt sátt almennileg þetta mál. Hefur alltaf ekki gert að hinga til. En ég vona að við getum náð breiðari sátt en hefur verið hinga til. Og ég legg til að við förum svolítið bara svona með hreint lag að þessari vinnu núna og verðum öll svolítið jákvæð og gagnrýnin samt sem áður en reynum að landa þessu endalausa máli loksins. Hafrún hefur lokið máli sínu og orðið er laust. Aldey hefur beðið orðið, gjörðu svo vel, Aldey. Forseti, ég er mjög sammála því að það sé skynsamlegt á þessum tímapunkti að bakka út úr þessu. Vegna þess að þetta missir svolítið svona samlegar áhrifin sem að var verið að tala fyrir, að var svona einhvern veginn það sem að það var verið að spá í ástæðan fyrir þetta er samþykkt, í rauninni grunnurinn svolítið fokinn núna. Ingibjörg var að tala um gögn áðan og það er alveg rétt, það er hægt að þræða sig í gegnum allt saman, en það sem hún var kannski að meina og ég tek undir með henni er að gögnin teikninguna eða forsendan fyrir tillögunni. Að vera með meiri upplýsingar þegar maður er að skoða því þær eru ekki inni í fundagáttinni, neinstaðar gögnin sem að voru send sambandi við teikninguna og blaðið frá arkitektunum, það er ekki inni og það er kannski það sem hún er að meina, það hefði verið fínt að hafa það þannig að allir kjörnir fulltrúar hefðu getað kynnt sér ástæðuna fyrir því að það hefði verið að bakka út úr þessu. Ég held að það sé mjög mikilvægt núna að því að ég hef svolítið gagnrýnt að mín upplifun var að þessi ákvörðun hefði svolítið verið tekin inn í skipulags- og framkvæmdaráði. Þannig að mér finnst mjög mikilvægt að koma því að ákvarðanir varðandi þetta verði teknar inn í fjölskylduráði og því sé ekki þrýst svona fast áfram að því að við sem að flýta okkur svona mikið að því eins og við komið fram þá er búið að samþykkja einingahúsin þannig að kannski er tímapressan ekki alveg eins mikil og hún hefur verið ef að það gengur allt saman eftir sem ég vona innilega verði. Mér finnst einhvern veginn kannski það sem að klikkaði pínu hérna er að við vorum að flýta okkur of mikið sem er alveg skilinlegt að því að búið að vera ofboðslega mikil pressa og að því að við vorum að flýta okkur of mikið og kannski líka ákvörðunin tekin hratt inn í skipulags- og framkvæmdaráði að gera þetta, þá glemdist svolítið að horfa á þetta út frá heildinni samanber það með arkitekturinn. Við hugsuðum ekki, það var ekki hugsað út í það
og ef við hefðum fengið fólkið mitt inn í einhvern svona spretthóp eins og verið að leggja til þess að gert núna, þá hefði þetta mögulega komið upp á borðið miklu, miklu fyrr að þetta gæti verið vandamála því við höfum alveg rætt það eins og þegar við höfum verið að ræða að byggja við borgaraskóla þá hefur það oft komið upp hvað með arkitekturinn af borgaraskóla mun það vera samþykkt. Þannig mér er svolítið svona ég held að því við flýttum okkur svo mikið einhvern veginn með þetta að þá hefur glimtum við að pæla í því fyrir íþróttahöllina og þannig að bara vöndum okkur áfram og það er fullt af gögnum til, það er alveg rétt og við verðum að nýta okkur þau og við verðum líka að nýta okkur að það er margt búið að breytast frá því að þau gögn voru tekin saman. Við þurfum að muna það að skoða líka út frá öðrum vinklum að því að það er alveg, ég meina þú veist 3 ár síðan við byrjuðum svona, 3-4 ár síðan byrjuðum að sanka okkur gögnum og það er bara ýmislegt búið að breytast síðan þá og þannig já, ég er bara flott til að og hún, já, ég mun samþykkja hana og ég vona innilega bara að þetta gangi áfram vel. Takk. Aldey hefur lokið máli sínu og orðið er laust. Ekki fleiri sem vilja kveðja sér ljós það. Nú, þá göngum við til atkvæði þessa tillögu eins og hún liggur fyrir og þetta boltinn farið til fjölskylduráðs strax í næstu viku. Að þau sem eru þessu sammála gefur merki með því að rétta upp hönd. Það er samþykkt samhljóða. Nú, og við förum í mál númer 13 sem er umboð til byggðaráðs í sumarleyfi sveitarstjórnar sem tekur þá gildi í lok þessa fundar og fram í ágúst. Til og með 16. ágúst sem byggðaráð hefur það sem sagt getur fullnaðar afgreitt erindi í sumarorlofi sveitarstjórnar og orðið laust þá tillögu. Engin sem vill kveða sér ljós það. Nú, þá göngum við til atkvæða að þau sem geta samþykkt þetta umboð til byggðaráðs í sumarleyfi sveitarstjórnar gefur merki með því að rétta upp hönd og það er samþykkt samhljóða, venju samkvæmt og þá förum við í fundargerðir en áður en gerum það, já, þá tökum við smá hlé, hleypum inn súrefni, þannig við komumst í gegnum allan fundin, þannig við gerum smá hlé á fundinu.
Fundi framhaldið í sveitastjórn Norðurþings og við erum komin í fundagerðir til kynningar og það fundagerðir fjölskylduráðs númer 152 til og með 155 og ég bið kjörna fulltrúum að tilgreina í hvaða fundagerðir ætlar að vitna og í þá hvað lið í þeirri fundagerð og orðið laust. Helena hefur beðið orðið, gjörðu svo vel, Helena. Forseti, það fundagerð númer 154, mál númer 1 sem samþætting skóla og frístundastarfs. Mér langar að leggja fram bókun við þetta mál og búin að senda hann á ritara og ætla að fá að lesa hann upp með leyfi forseta. Eftir að fyrsta formlega starfsári samþættingarverkefnisins lokið má okkur öllum vera ljóst að verkefnið komið til að vera. Þegar á heildina litið gekk framkvæmd þess vel, þó vissulega hefur verkefni verið lærdómsferli með tilheyrandi áskorunum og úrlausnarefnum. Ávinningu verkefnisins hvetur til frekari dáða, en þar má nefna eftirfarandi. Nær til allra 4 til 8 barna og jafna möguleika þeirra á að stunda íþróttir á Húsavík. Verkefni stuðlar að eflingu félags- og hreyfiþroska barna, brúar bil á milli leik- og grunnskóla og almenn ánægja foreldra. Verkefni hefur reynst vera betri hvati til þáttöku í íþróttastarfi en til dæmis frístundastyrki sveitafélagsins. Þar sem öll börn á aldrinu 4 til 8 ára hafa verið þáttakandur í því og þar með reynist það afar skilvirklega til að stuðla að bættri lýðheilsu. Framundan annar starfsár samþættingarverkefnisins. Gert ráð fyrir að það verði með áþekkum hætti. Verkefni verði áfram í mótun en án stórra breytinga. Við viljum koma á framfæri ánægju og þakklæti fyrir gott samstarf milli skóla, frístundar og íþróttafélagsins Völsungs og vel unnin störf þeirra sem að verkefni hafa komið og hafa tekið þátt í að yfirvinna hindranir til að verkefni tækist til með sem bestum hætti. Og undir þetta rita fulltrúar meirihlutans. Helena hefur lokið máli sínu og orðið laust. Þennan fyrsta lið fundagerðar fjölskylduráðs númer 154. Aldi Unnar Traustadóttir við beðum orðið þennan lið. Gjörðu svo vel, Aldi. Forseti, það mjög ánægilegt að heyra að þetta hafi gengið vel og mikill undirbúningur á bakvið þetta verkefni og mjög gott að sjá þessi að skila árangri. Mér langar bara rétt að segja sem ég hef svo sem sagt áður að ég tel gríðarlega mikilvægt að við horfum út fyrir bara íþróttaiðkun og reynum að stækka verkefni svolítið í takt við að áhugamál barna mjög fjölbreytt og það ekki öll börn sem finna sig í íþróttum og það alveg dæmi að börn á þessum aldri hefur fundist erfitt að vera í frístund þá daga sem að þetta var í gangi, þannig ég held að sé gríðarlega mikilvægt að við stækkum þetta og reynum að finna fjölbreyttari hluti inn í samþættinguna, ekki bara einblína á íþróttir. Takk. Aldi hefur lokið máli sínu og orðið laust þennan lið, fyrsta lið fundagerðar fjölskylduráðs númer 154. Helena Eydís, gjörðu svo vel. Forseti, ég get ekki undir þetta sem kemur fram hjá Aldi varandi það að við þurfum að horfa til fleiri þátta heldur en eingöngu íþróttastarfs í samþættingunni og ég ætla bara að fullyrða það hér að það séu bara mistök hjá okkur frá upphafi að hafa ekki haft tónlistarskólan með inni í verkefninu. Þar erum við með áratuga hefð fyrir samþættingu tónlistarskólastarfsins við skólastarf bæði Borgarholtsskóla og Grænuvalla og okkur yfirsést það í undirbúningi þessa verkefnis að hafa það með. Við höfum rætt það inn í fjölskylduráði núna að gera úrbætur á þessu að því að vissulega kemur það til að tónlistarskólinn getur þurft að hliðra til í sinni dagskrá bæði vegna skólastarfsins eða frístundar og því eðlilegt að þeir séu þáttakendur og hluti af þessu verkefni.
En við höfum þó ennþá ekki tekið formlega ákvörðun það inn í fjölskylduráði en verkefnið eins og þið sjáuð á fundagerðunum sem liggja fyrir, það enn í vinnslu inn í ráðinu og framundan hópfundur hjá starfshópnum sem hefur fjallað verkefnið. Þannig að það ennþá tækifæri til breytinga. En ég held að sé líka skynsamlegt hjá okkur að fara ekki í stóra breytingar núna á þessum tímapunkti, heldur að ná ákveðnu öryggi í því að reka verkefnið eins og það og ekki stærra en það því það að stækka nóg með bara fjölgun barna. Við erum að taka á móti fleiri og fleiri börnum inn í verkefni á næstu árum. Þannig að náum ákveðnu svona öryggi í því að þjónusta það áður en við drögum mjög margt annað inn í verkefnið. Helena hefur lokið máli sínu, orðið laust þennan lið í þessari fundagerð. Eða aðra liði í fundargerðum fjölskylduráðs, þá orðið laust. Aldey hefur beðið orðið, gjörðu svo vel, Aldey. Heyrðu, forseti, þetta fjölskylduráðafundur númer 153, mál númer 2, árleg endurskoðun jafnréttisáætlunar Norðurþings. Og mér langar bara svona aðeins að spyrja því ég sá að síðast var sennilega félagsmálastjóra falið að taka það eins og það var tilbúið eða eins og það var búið að græja það og fara yfir. Mér langar að spyrja bara eins hvernig staðan á því hvenær megum við reikna með að það verði tilbúið til síðustu yfirferðar og annars þetta mjög flott plagg og mér langar bara að hrósa fjölskylduráði fyrir að hafa unnið þetta vel og að vera að breyta ýmsu orðalagi þarna og það að vera að taka einhvern veginn inn það sem hefur breyst í samfélaginu, eins og með kyn og ýmislegt fleira, hvernig hefur orðað og mér langar bara að hrósa þeim gríðarlega fyrir þetta því að þetta skiptir ofboðslega miklu máli. En annars var svona helst bara hvernig staðan á þessu og hvenær megum við reikna með að þetta verði tilbúið. Takk. Aldey hefur lokið máli sínu og orðið laust þennan lið, annan lið fundagerða fjölskylduráðs númer 153. Helena, gjörðu svo vel. Forseti, kjörnir fulltrúar, til að svara spurningu Aldeyjar það hvenær við megum reikna með að þetta verði tilbúið, þá bind ég vonu við það að við náum að klára þetta inn í fjölskylduráði fyrir sumarleyfi ráðsins sem að verður einhvern tíðan fyrir hlutan í júlí sem við förum í frí. Þetta í yfirlestri, skilst mér, hjá hinsegin félagi Þingeyinga og vildum fá svona þeirra augu á einmitt þetta breytta orðalag sem að Aldeyjar vísa til áður en að við gerum þetta opinbert og samkvæmt tillögur sem að kom fram hjá minnihlutunum inn í fjölskylduráði og máli stendur sem sagt þar eins og staðan Helena hefur lokið máli sínu, orðið þá laust þennan lið eða aðra liði í fundargerðum fjölskylduráðs, þá orðið laust. Hafrún hefur beðið orðið, gjörðu svo vel, Hafrún. Já, forseti, það fundagerð fjölskylduráðs númer 153 og mál númer 7, leikskóla dagatal Grænuvalla. Ég bara rakka augun í það þegar ég var að renna yfir dagatali að það hér gert ráð fyrir á þessu dagatali 3 aðlögunum en það var útlit fyrir allavega þegar við vorum að taka til umræðu starfsáætlunina að það myndi sennilega ekki vera pláss eða ég skildi og hægt að taka inn sérsagt í nóvember og janúar. Ég var bara að velta því fyrir mér hvort að það sé búið að fara í einhverjar breytingar eða hvort þetta sé bara haft inni í dagatalinu til þess að ef að það myndast svigrúm til þess að taka inn þá 3. Hafrún hefur lokið máli sínu, orðið laust þennan 7. lið fundagerða fjölskylduráðs númer 153. Helena hefur beðið orðið, gjörðu svo vel, Helena.
Forseti, já, þetta haft þarna inni að því að samkvæmt því sem að við viljum að þá viljum við hafa minnstakosti 3 aðlaganir inn á leikskólan. Fjölskylduráð mun og hefur verið að afla sér gagna það, já, ýmislegt sem gæti aðstofað okkur við það að koma börnum að sem sannarlega þurfa pláss. Við höfum verið að afla okkur upplýsingar meðal annars heimgreiðslur og svo erum við að horfa til annara lausna sem að kannski ótímabært að fara að tala opinberlega eins og staðan til að fara ekki að sá einhverjum fræjum eitthvað sem ekki verður svo. En við viljum hafa þetta inni og þetta inni að við viljum gera ráð fyrir að geta boðið upp á þessa þjónustu en við þurfum svo sannarlega að finna lausnir til að það geti orðið. Helena hefur lokið máli sínu og orðið laust þennan lið eða aðra liði í fundagerðum fjölskylduráðs, þá orðið laust. Aldey hefur beðið orðið, gjörðu svo vel, Aldey. Forseti, þetta sama fundagerð, liður númer 8. Beiðinni frá HSN aðstoð við mönnun nauðsynlegra heilbrigðisstétta. Langar bara aðeins að vekja athygli á þessu og fagnaði fjölskylduráð tók jákvætt í þetta erindi. Að það gríðarlega mikilvægt að sveitarfélagið standi með heilbrigðisstofnuninni þar sem mönnunarvandi þar og oft erfitt að fá fólk til að koma og það mjög mikilvægt að við reynum eins og við getum að liðka til með því á þann hátt sem hægt og já, ég vildi bara aðeins ekki athygli á þessu og segja bara gott mál. Takk. Aldey hefur lokið máli sínu og orðið laust þennan lið. Eða aðra liði í fundagerði fjölskylduráðs, þá orðið laust. Svo ekki og þá förum við í fundagerðir skipulags- og framkvæmdaráðs og það eru fundagerðir númer 156 til og með 160 og orðið laust þessar fundagerðir og það eins að tilgreina í hvaða fundagerð og þá hvaða lið menn alltaf taka til máls. Orðið laust. Enginn sem vill kveða sér hljóðs fundagerðir skipulags- og framkvæmdaráðs. Þá förum við í fundagerðir byggðaráðs. Mál númer 23 til og með 25 og það eru fundagerðir 430 til og með 432 og orðið laust fundagerðir byggðaráðs. Enginn sem vill kveða sér hljóðs það. Þá teljast þær framlagðar og við förum í seinasta lið á þessum fundi sem mál númer 26 sem Orkuveita Húsavíkur. Það fundagerð númer 245 og orðið laust þessa fundagerð. Benóný Valur hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Benóný. Forseti, það bara liður 1, leið fyrir gangandi frá Stangabakka niður Búðarárgil.
Þetta er svona eina af þessum sögum endalösu sem við erum búin að vera að glíma við í allt og langa tíma. Það er allavega 2,5 ef ekki 3 ár síðan við byrjum að tala þetta og 2 ár síðan fyrst var settur peningur í þetta. Og nú vil ég bara hvetja menn til að gera þessi í brók og koma þessu þarfa verkefni á stað og í gang. Vissulega hafa ýmsir tæknilega örðuleika verið fyrir líka, ég ætla ekki að gera lítið úr því. En það er bara löngu tímabært og afskaplega nauðsynlegt að fá þessa leið niður af Stangamakkanum og niður á Hafnarsvæði. Benóni hefur lokið máli sínu og með leyfi varaforseta. Ég á sama stað eða en leiðu við ætlum að fara að gera eitthvað nýtt öðruvísi, þá hefst kannski svolítið eins og Hafrún var að tala Það skiptir engum máli hver er minni og meirihluta. Nú hefur maður reynsla af báðu og það er mjög gott. Við erum búin að tala að gera rosalega margt á þessum stað og svo gerist það ekki. Það er eins og alveg rétt og það heyrir upp á okkur öll skiljiði hvernig þetta er. En bara svo munið það að þetta er hluta nauðsynlegum fráveitu framkvæmdir sem farið var í og byrjað var á 2011 og að mig minni lokið 2013-14 þarna í Gilinu. Og hefur þetta frábært að vera að fá nýjan stiga sko, en það er áratugur síðan, það er alveg rétt. Og það er bara býsna langur tími á okkar ævi sem hér sitjum og ég bara vil taka undir með Benóni og bara hvatning til stjórnar Orkuveitu Húsavíkur og spýti og lúðra þessum stiga bara niður í sumar. Heyrðu, orðið laust. Hafrún hefur beðið orðið, gjör svo vel. Ágæti forseti, það er liður 3 í fundagerð Orkuveitunar, endurnýjun samninga áframhaldandi samstarfi Völsung. Ég ætla bara að gera það opinberlega að lýsa yfir gríðarlegu óánægju minni með stjórn Orkuveitunar í þessu máli að öllu leyti. Ég ætla bara að vera mjög hreinskilin með það. Ég áttaði mig á því að stjórn fór í endurskoðun á samfélagssjóð Orkuveitunar eins og þeir kölluðu og kalla til þess að koma einhverju skipulagi á styrkúthlutinu í því sem ég skil mjög vel. Völsungur er óska eftir áframhaldandi samning sem var að renna sitt skeið, hafði verið í 3 ár þar sem á ári voru greitt 1,2 milljón. Og með þessari ákvörðun sinni er stjórnin bæði að lækka þessa greiðslu sem að mér finnst bara engar forsendur fyrir og notar það sem rökstuðning að verið sé að taka úr þessum sjóðu þar sem einungis sé 2,5 milljónur á ári og það sé fleiri sem þurfa að fá. Mér finnst þetta bara ég er ekki sammála þessari ákvörðun og mér finnst bókun fulltrúa minnihlutans í stjórn fáránleg. Hafrún hefur lokið máli sínu með leyfi varaforseta. Já, forseti, kjörnir fulltrúar, mér langar bara aðeins að skoða hér og mér spyrir mikið þetta með skilji. Stefnu Orkuveitu Húsavíkur. Tilgangur, svo vitni bara með leyfi forseta, hér stendur, stefna Orkuveitu Húsavíkur er að auka búsetugæði á svæðinu við starfsemi sinni. Ok. Og við förum í samfélagssjóðinn með leyfi forseta. Stefna sjóðsins er að styðja við verkefni sem hafa breiða samfélagslega skírskotun og hafa möguleika á að hafa jákvæð áhrif á samfélagið í Norðurþingi. Tekið á móti umsóknum og svo framvegis. Verkefni sem koma einhvern til greina. Verkefnisviði umhverfis, náttúru og auðlindamála. Verkefni á vegum mannúðarsamtaka og líknarfélaga. Listir, menning og menntun, forvarnir og æskulistarf, heilsa og hreyfing. Þannig mér finnst ekki gott að vita til þess að menn eða kjörnir fulltrúar eða í stjórn Orkuveitu Húsavíkur haldi að menni ekki að styðja við svona starfsemi. Jú, að sjálfsögðu Orkuveitan að gera það. Hún að gera miklu meira að því. Fari alls konar verkefni í tengslu við svona. Fleiri verkefni, já, það er alveg rétt. En mér finnst dapurt að vita til þess ef við höldum að Orkuveitu Húsavíkur eigi ekki að styðja svona starfsemi. Það stendur bara beinlínis í stefnu Orkuveitunar að hún á að gera það. Herðu, orðið laust. Hafrún hefur beðið orðið, gjörðu svo vel, Hafrún.
Já, forseti, takk fyrir. Bara til þess að bæta einu við sem ég glemdi að minnast á hérna áðan. Það var settur á laggirnar hópur á síðasta kjörtímabili sem fór í stefnumótunarvinnu fyrir Orkuveitu Húsavíkur þar sem að hvert framboð átti fulltrúa og kom sínum sjónarmiðum á framfæri og þetta var mikið rætt á þeim tíma hvort að það væri einmitt hlutverk Orkuveitu Húsavíkur að vera í styrkum sem þessum og við vorum öll í þeim hópi sammála að svo væri þess að var tekin mjög meðvitað ákvörðun sem að var einhugur um að hafa þetta áfram inn í stefnu Orkuveitunar svo væri einmitt svigrúm til þess að styrkja málefni eins og þetta. Bara svo því sé haldið til að hafa. Hafrúnu lokið máli sínu orðið þá laust þennan þriðja lið fundagerðar Orkuveitu Húsavíkur. Aldey, gjör svo vel. Það er alveg eðlilegt að velta upp öllum möguleikum hvort það séu fleiri sem að vilja sækja styrk og líka bara að það hefur ekkert verið auglýst að það sé hægt að sækja styrk í Orkuveitunni af mér vitandi allavega. Það getur vel verið að ég hafi bara ekki séð það. En ég veit ekki til þess að það sé svona á allra vitneskju að þú getur sótt styrk í Orkuveituna fyrir þessi málefni sem að Hjálmar forseti taldi hérna upp áðan. Þannig að mér finnst mjög eðlilegt að fara í þetta og skoða hvert eru styrkirnir að fara. Ég er bara alveg hlynnt því að við styrkjum Völsung 100% og það er mjög mikilvægt að það sé gert út af það er starfsemi sem þarf að halda úti. En það er líka mjög eðlilegt að skoða hvert eru styrkirnir að fara. Getum við styrkt eitthvað annað? Veit fólk almennt af þessum styrk? Þannig að mér finnst mjög eðlilegt að skoða þetta og bara og auglýsa þetta og eins og ég segi, ég ætla að endurtaka það er verið að styrkja Völsung það stendur það er verið að styrkja þau 1 milljón sko. Takk. Aldey hefur lokið máli sínu, við leyfum varaforseta. Nú fyrirgefðu. Helena hefði beðið orðið, gjörðu svo vel, Helena. Forseti, ég vil taka undir það sem kom fram hjá Hafrún áðan varðandi stefnumótuna vinnuna. Það var algjör einhugur í hópnum sem að vann þá vinnu það að Orkuveitan ætti að hafa meðal annars það hlutverk að veita styrki til verkefna í samfélaginu. Ég velti hins vegar aðeins fyrir mér í varðandi þetta mál þar sem að Völsungur fær styrka upp að 1 milljón króna en hefur áður verið með samning sem var bundinn til 3 ára. Og svo þá reglunum, úthlutunarreglunum sjálfum hjá sjóðnum. Því að þar kemur til dæmis fram að sjóðurinn veiti ekki rekstrarstyrki, að styrkir fara jafnaði ekki yfir 500.000 og aldrei hærri en 1 milljón króna. Hvort að þessi styrk henni Völsungs hefði átt erindi í samfélagssjóðin eða hvort hún hefði átt að vera afgreidd þar fyrir utan. Eða hvort að samfélagssjóðsreglurnar sjálfar, úthlutunarreglurnar hefði átt að vera rýmri. Og það er kannski eðlilegt að við sem eigendur Orkuveitunar eða fulltrúar eigenda Orkuveitunar sem er sveitafélagið og þá auglýsi bara Orkuveitan og þá sveitafélagið hvar menn geta óskað eftir styrk. Mér finnst þessi aðferðarfræði sem hér er beitt ekki góð. Ég tek undir það, mér finnst það ekki gott að gera það svona og tek alveg undir, mér finnst bókun fulltrúar minnihluta, mér finnst lítill bragur af því, ég get alveg tekið undir það. Frekar, ef við vildu breyta þessu, það er þá frekar að segja að auglýsa eftir, þetta komið tillögum að auglýsa það hvar menn geta óskað eftir styrk eða fengið styrk. Því þetta er bara á heimasíðunni. Ég er ekkert sem að dagstaglega förum við reglunum heimasíðu Orkuveitunar, allavega ekki í þessum tilgangi. Þannig að það hefði þá frekar verið að koma tillögu það að auglýsa það betur einu sinni 2 ári hvar menn geta óskað eftir styrk. En orðið laust. Herðu, orðið laust þá fundargerð stjórnar Orkuveitu Húsavíkur. Áður en við förum að ljúka fundi.
ekki fleiri sem vilja kveða sér hljóðs, þá dagskrá fundarins tæmd, sem vel að sér vikið og hefst þá lesturinn á fundargerðinni. Nei, þetta eru sólgleraugu. Við dokum smá stund með ritari klárar. Herðu, við lesum þá í fundargerðina og ég byrja varaforsta að vera klára. Er ekki? Herðu, fyrst var kosning í nefndir og ráð og já, getum við það farið aðeins niður og stækka þarna já, tvísmella hérna á, nei. Já, þarna já. Takk fyrir það. Herðu, það þá, vil ég lesi allt þetta hér. Það ekki beðið það. Þá liggur þetta fyrir eins og þetta hér og ég held að við höfum verið búin að rýna ansi vel í þetta mál hérna, fyrsta mál á dagskráni. Þannig þá það, höldum við bara áfram, það númer 2, það var... Herðu, fáum betri áferðar hérna, þetta verið áferðar fegurra. Að breyta þarna uppröðun á nöfnum. Herðu, dokum þá smá stund. Viljum við safna saman bara svona athugasemdum og taka þér bara í lokin og taka bara hvert og eitt mál og klára ekki að gera það. Já. Því nú sé ég ekki, já, númer 2. Eru konið 2, reglur fjárhagsaðstoð. Það var bara heilina sem tók til máls og samþykkt samhljóða. Og númer 3, það var hönnun skíðasvæðisins við Reyðarhnjúk og til máls tóku Helena, Sofía, Hafrún og Aldey og það lá fyrir tillaga sem að var samþykkt samhljóða. Ekki rétt munið á mér? Númer 4 var endurskoðun regla félagslegt leiguhúsnæði og þar tók Helena til máls og samþykkt samhljóða. Mál númer 5, það var óskum sameiningu lóða, Garðsbrýr 67-71 og það var samþykkt samhljóða. Númer 6 var breyting á aðalskipulagi Norðurþings vegna vatnstöku hólu á Röndinni á Kópaskeri og þar tók Sofía til máls og samþykkt samhljóða. Og númer 7 var breyting á deiliskipulagi vegna sama máls og það var samþykkt samhljóða. Og númer 8 var beiðni landskipti milli lóns 1 og lóns 2. Það var samþykkt samhljóða. Umsókn lóð á Stakkholti 7. Það var samþykkt samhljóða. Númer 10 var svæðisáætlun meðhöndlun úrgangs. Þar tók Sofía til máls og samþykkt samhljóða. Númer 11 var umsókn framkvæmdaleyfi til lagningar jarðstrengs á Kóparskerslínu. Sofía tók til máls og samþykkt samhljóða. Númer 12 var húsnæði fyrir frístund barna og þar lá fyrir tillaga. Þar tóku til máls Katrín, Helena, Benóný, Birkir, Hjálmar, Ingibjörg, Hafrún og Aldey. Þetta ekki rétt hjá okkur? Það var samþykkt samhljóða þessi tillaga. Númer 13 án umræðu var samþykkt umboð til byggðarráðs í sumarleyfi sveitarstjórnar. Í fundargerð fjölskylduráðs tók til máls undir öðrum lið í fundargerð 153. Aldey og Helena. Í 7. lið sömu fundargerð var Hafrún. 8. liður í þeirri fundargerð var Hafrún og Helena. Takk fyrir, það hárrétt. Og þá númer 8 var Aldey. Svo fundargerð númer 154, þar tóku til máls undir 1. lið Helena og Aldey. Það lögð fram bókun sem hér sem þið óskið væntanlega ekki eftir ég lesi.
og aðrir fundagerðir lagðir fram til kynningar. Fleira var það ekki í fundagerðum fjölskylduráðs og þá var það fundagerðir skipulagsráðs sem voru bara ekki til umræðu. Og sömuleiðis fundagerðir byggðarráðs sem voru bara heldur ekki til umræðu. Og þá það síðasti liðurinn á dagskráni sem var Orkuveita Húsavíkur. Þar tóku til máls undir fyrsta lið Benóný og Hjálmar. Og þriðji liður var Hafrún, Hjálmar, Aldey og Helena. Og aðri liðir lagðir fram til kynningar. Er þetta ekki rétt hjá okkur? Erum við þá ekki bara nokkuð góð? Þá vil ég bara í lok fundar óska starfsfólki sveitafélagsins og kjörnum fulltrúum og fjölskyldum þeirra allra gleðilegs sumars. Njótum sumarsins því það viljum svo skemmtilega til í ljósi umræðinu hérna frístund áðan að árið 2023 alþjóðlegt ár viðræðina til að tryggja frið. Mjög skemmtilegt, þetta vegum Sameinuðu þjóðanna. Þannig að við erum langt á undan okkar samtíð með að innleiða alls konar markmið frá Sameinuðu þjóðanum. En sömuleiðis bara óska öllum tilheyrendum gleðileg sumars, njótum sumarsins, það sannarlega hægt í dag og við skulum fara út í góða veðrið. Fundi slitið.